Móttaka 120 afganskra flóttamanna stærsta einstaka verkefni sem að flóttamannanefnd hefur tekist á við. Félagsmálaráðuneytið leggur nótt við nýtan dag við að skipuleggja hvaða sveitarfélög taka á móti fólkinu. Samtök atvinnulífsins telja stýrivaxtahækkun Seðlabankans ótímabæra. Seðlabankastjóri segir hann aftur á móti jákvæða og telur atvinnulífið vera að ganga inn í nýtt framfaraskeið. Þjálfarar karlalandsliðsins í knattspyrnu vildu lítið sem ekkert segja mál Gylfa Þórs Sigurðssonar þegar þeir kynntu landsliðshópinn fyrir landsleikjahrinu í september. Fyrirsætan á umslagi plötunnar Nevermind með Nirvana hefur höfðað mál gegn hljómsveitinni og segir myndbirtinguna hafa alla tíð valdið sér am og að myndin hafi verið birt í leyfisleysi. Þó að fólk njóti þess að sóla sig í blíðunni fyrir austan og norðan vatnsleysi farið að valda vandræðum. Vatnsbóli eru víða þornuð til sveita og margar veiðiár hafa látið á sjá. Gott kvöld. Starfsmenn utanríkisráðuneytisins, félagsmálaráðuneytisins og Rauða krossins auk fjölda sveitarfélaga leggja nú nótt við dag við að undirbúa komu allt að 120 afganskra flóttamanna hingað til lands. Þetta stærsta einstaka verkefni af þessum toga sem íslensk stjórnvöld hafa tekist á við. Á síðustu árum hafa íslensk stjórnvöld í samstarfi við sveitafélög, Rauða krossin og Fjölmenningarsetur byggt upp samræmt móttökukerfi fyrir flóttafólk sem hingað kemur. Með gott kerfi sem mun halda utan um þau. Fyrst þau lenda þá fara þau á sóttvarnahótelið og síðan það ákveðin hluti á hópnum sem mun einfaldlega sameinast fjölskyldumeðlimum sínum og síðan það aðrir sem munu þá fara í umsóknarferli alþjóðlega vernd. Og síðan eftir það þá munu sveitarfélögin taka á móti þeim og veita þá þjónustu sem þörf á og fær þá hver og ein fjölskylda skilgreinda málstjóra. Síðast þegar stór hópur flóttafólks kom hingað til lands var árið 1999 þegar 75 flóttamenn frá Kosovo settust hér að. 26 af þessum 120 afgönum sem nú eru væntanlegir eiga einhver tengsl við Ísland nú þegar. Hluti af því eru þá flóttafólk sem hefur komið hérna áður og eiga síðan þá maka og börn þarna úti og svo eru aðrir sem bindast fólki þá öðrum fjölskylduböndum, þá bara kannski íslensku ríkisborgari á grundvelli hjúskaps eða annars slíks. Enn ekki komin skýr mynd á hver hópurinn en að ræða fólk á öllum aldri. Þegar eru í gildi samningar við 5 sveitafélög sem hafa skuldbundið sig til að taka á móti flóttafólki. Það Árborg, Akureyrarbær, Hafnarfjörður, Reykjanesbær auk Reykjavíkurborgar. Núna eru að kortleggja hvort það sé þörf á því að bæta við sveitafélögum eða stækka þá samninga eða hvernig þetta verður gert. Að mörgu að huga, fólki þarf flest allt húsnæði, innanstokksmuni, föt og dagvistunarþjónustu, leikskóla og skólapláss og heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Það tekið mjög vel í þessar beiðnir. Við erum einnig að taka núna á móti stórum hópi Sýrlendinga og þannig við erum bara með þannig kerfi núna sem á mjög auðvelt með það að stækka eða minnka eftir þörfum. Það eru sumir sem hafa náð að komast á flugvöllinn og aðrir sem við höfum jafnvel ekki náð að hafa samband við og það eru unnið að því. Það eru einhverjir sem hafa náð að komast út og þannig það verður þá aðstöða þar sem þau eru stödd. Við vitum að það mikil örvænting og við skiljum það mjög vel og aðstæður á flugvöllum eru gífurlega erfiðar, þannig það bara hættu för að fara á flugvöll. Þannig að fólk bara í miklu áfalli og það þarf að huga sérstaklega að því. Mikið kapp lagt á að leysa málin og starfsmenn tilbúnir að leggja nótt við dag. Stytting vinnuvikunnar ekki gildi núna. Yfir 82.000 manns hafa verið flutt frá Afganistan frá því Talibanar tóku völdin þar en fjölmargir sem þurfa hjálpir en eftir. Bandaríkjamenn setja í forgang að koma eigin herliði út síðustu dagana fyrir lokafrest til að ljúka brottflutningi. Mikil skriður komin á brottflutning bæði hermanna og Afgana sem hafa unnið með NATO frá Afganistan og hafa herflugvélar farið nánast á færibandi þaðan undanfarna 10 daga. Frá því flutningarnir hófust 15. ágúst hafa 6.300 verið flutt á brott daglega að jafnaði. Í fyrradag kom hins vegar kippur. Þá voru 10.900 flutt á brott og í gær 21.000. Nú hafa 82.500 manns verið flutt á brott á 9 dögum en tölur dagsins í dag liggja ekki fyrir. Þessi tala fer stöðugt hækkandi. Meiri hluti þeirra eru Afganir, samt sér ekki högg á vatni. Örvæntingin í kringum flugvöllin enn mikil og þúsundir Afgana bíða eftir tækifæri til að komast á brott.
víla jafnvel ekki fyrir sér að standa í skólpvatni upp að hnjám. Washington Post hefur eftir ónafngreindum sérfræðingi að minnst 300.000 manns eigi á hættu að verða fyrir barðinu á talibönum fyrir að aðstoða bandarísk stjórnvöld. Wir setzen die Evakuierungsoperation so lange wie möglich fort, auch Afghaninnen und Afghanen, die sich mit uns für Sicherheit, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Entwicklung eingesetzt haben, das Verlassen des Landes zu ermöglichen. En Bandaríkjamenn verða ekki á fullu að flytja Afgani á brott alveg fram að mánaðamótum þegar uppgefin frestur til að ljúka brottflutningnum rennur út. We will have to reserve some capacity in those last couple of days to prioritize the military footprint leaving because we want to be able to keep it there as long as possible to do the job that it's intended to do. Seðlabankastjóri segir atvinnulífið á þröskuldi nýs framfaraskeiðs. Stýrivaxtahækkun sé til marks jákvæðar horfur í hagkerfinu. Samtök atvinnulífsins telja hækkunina hins vegar ótímabæra. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hækkaði stýrivexti sína í morgun 0,25% og eru þeir nú 1,25%. Fyrirfram var búist við óbreyttum stýrivöxtum og telja samtök atvinnulífsins að hækkunin í morgun hafi verið ótímabær. Enn séu 2 vaxta ákvarðanir eftir á árinu og nær hefði verið að bíða með hækkun þangað til. Við veltum fyrir okkur hvort það hefði verið rök fyrir að bíða aðeins í ljósi aðstæðna. Það er aðeins meiri óvissa uppi núna efnahagsbatan vegna þess að delta afbrigði sem er núna að ganga yfir. Seðlabankastjóri segir tíðindin aftur á móti jákvæð því hækkunin sýni að hagkerfið sé að taka við sér eftir faraldurinn. Þetta er mjög jákvætt þar sem við erum að sjá hagkerfið bregðast við. Allar vísbendingar bendi þess að það sé störf að skapast, það sé allt að gerast. Saman tíma sjáum við líka eignaverð hækka, fasteignaverð, hlutabréfaverð og nú er aðeins kannski komið að því að við tökum kapp með forsjá. Við aðeins reynum að tryggja það að við förum ekki fram úr okkur. Seðlabankinn spáir 4% hagvexti á þessu ári og því næsta. Að atvinnuleysi haldi áfram að minnka hratt og verðbólga fari hægt hjaðnandi. Seðlabankastjóri er afar bjartsýnn á það sem er framundan. Ég hef til að við séum núna á upphafi á nýju framfaraskeiði í atvinnulífi þjóðarinnar. Sér hann fyrir sér að bankarnir muni, þegar líða tekur á veturinn, setja mikið fjármagn út í atvinnulífið og að aðrar greinar en ferðaþjónusta komi til með að blómstra. Anna Hrefna segir að ennþá styðji engin gögn þessa framtíðarsýn seðlabankastjóra. Við erum eins og komið ekki að sjá neitt gríðarlegan uppgang, við erum ekki að sjá mikla aukningu í útlánum til fyrirtækja, í rauninni bara enga, þvert á atvinnugreinar. Þannig að það lítur ekki út fyrir að svo framtíðarsýn sé að raungerast en vonandi er hún í spilunum. Alþingiskosningar fara fram eftir nákvæmlega mánuð 25. september. Miðflokkurinn boðar endurgreiðslu á afgangi af ríkissjóði til allra fullorðinna og auðlindagjald fyrir alla. Formaður flokksins segir raunverulega breytingar ekki verða nema með aðkomu Miðflokksins. Miðflokkurinn boðaði til fundar í Hörpu í dag til að kynna kosningastefnu flokksins fyrir kosningarnar. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður boðaði nýja nálgun sem byggði á hans eigin reynslum. Er að ræða 10 ný réttindi fyrir íslensku þjóðina þar sem fyrst er nefnt að endurgreiða afgang af ríkissjóði, helming afgangsins til allra fullorðinna íslenskra ríkisborgara 1. desember árið eftir. Ég er ekki viss að þetta náist fyrsta árið en þegar að við förum að vinna að þessu, þetta eigi að vera niðurstaðan, ríki verði rekið með afgangi, þá getur allt fólk verið visst það að þegar að árangur er næst, þá verða allir með. Tillögur Miðflokksins kalla á mikil útgjöld og leið sparnað, en hvaðan koma tekjurnar? Þetta þurfa að spara líka, en tekjurnar á móti koma með því að þetta er heildarpakki sem er til þess ætlaður að auka verðmætasköpun í samfélaginu. Miðflokkurinn ætlar að stofna embætti umboðsmanns eldri borgara og einfalda allt regluverk fyrir þann hóp. Flokkurinn leggur til heilbrigðisskimun fyrir alla og líka auðlindagjald fyrir alla sem þýðir að hver fullorðinn fái greitt auðlindagjald 1. desember ár hvert. En hvað með ríkisstjórn? Það sem ég þá fyrst og fremst til að við sjáum núna er að það munar öll það hvort að Miðflokkurinn verður í sterkri stöðu ekki. Annars fáum við bara annarkvort áframhalda á þessari kerfistjórn eða einhver svona Reykjavíkur stjórn. En ef menn vilja raunverulega breytingar, þá gerist það ekki öðruvís en með aðkomu Miðflokksins.
Samfylkingin boðar líka sínar áherslur í dag og hún boðar stórauknar áherslur fyrir barnafólk og stuðning við barnafjölskyldur, alvöru aðgerðir í loftslagsmálum og betri tíma fyrir eldra fólk og öryrkja. Formaður Samfylkingarinnar hann segir að það sé tímabært að skipta ríkisstjórn. Forystusveit Samfylkingarinnar ásamt þeim sem skipa efstu sæti á lista flokksins allt land kynnti kosningastefnu sína fyrir alþingiskosningarnar eftir mánuð. Yfirskriftin betra líf fyrir þig, þína fjölskyldu og komandi kynslóðir. Samfylkingin boðar stórsókn í fjölmörgum málaflokkum, sanngjarna skattastefnu og sókn gegn sérhagsmunum. Við munum setja fjölskylduna og aðgerðir fyrir fjölskyldu í algjöran forgang núna og síðan ætlum við að leggja til alvöru raunverulegar aðgerðir í loftslagsmálum. Logi segir að þar sem stjórnarflokkarnir séu innbyrðis ósammála í málaflokknum, þá hafi aðgerðir verið of máttlausar. Sterkt heilbrigðiskerfi og menntakerfi sé forsenda þess að hér sé blómlegt atvinnulíf. Logi leggur áherslu á að hér þurfi annars konar ríkisstjórn en nú við völd. Ríkisstjórn sem kjarkmikil og samstillt og getur ráðist í þeirra aðgerðir sem þarf til þess að bæta kjör almennings í landinu en líka til að ráðast í alvöru aðgerðir í loftslagsmálum. Og því skapist svigrúm til að mynda hér ríkisstjórn frá miðju til vinstri, en sem fyrr, segir Logi, ekki með Sjálfstæðisflokki og Miðflokki, því þar sé ekki málefnalegur grundvöllur. Við værum ekki að gera þjóðinni neitt greiða með að fara í slíka ríkisstjórn vegna þess að það væri þá ávísun á málamiðlanir sem myndu ekki vera svarið við þeim brjálæðislu áskorun sem við stöndum frammi fyrir í dag, bæði núna gagnvart almenningi og framtíðinni. Það of lengi búið að dekstra við sérhagsmunahópana, nú komið tími á almenning. Það akkúrat mánuður til alþingiskosninga í dag líkt og Bogi benti á áðan og hingað til okkar komin Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði. Hvað segir þetta við byrjum á Samfylkingunni? Hvernig líst þér á þessar kosninga áherslur þeirra? Já, þetta nú mjög hefðbundin áhersla jafnaðarmannaflokks. Áhersla á velferðarkerfið, jöfnuð og það vekur kannski athygli hvað þeir leggja mikla áherslu á umhverfismálin. En umhverfismálin voru reyndar í fyrsta skipti aðalmál kosningarna í Danmörku síðast. Varðandi ríkisútgjöldin þá boða þeir í raunni aukin útgjöld, kallaði að vinna sig út úr vandanum. Það þýðir að þeir vilja auka útgjöld til þess sem að sumir kalla báknið en aðrir kalla bætta almannaþjónustu. Gætu loftslagsmálin orðið aðalkosningamáli hér á landi? Ég á nú ekki vonað að verði kannski aðalkosningamáli en það gæti orðið stórt mál. Miðflokkurinn á allt öðrum stað með sínar áherslur líst og framkom hér í fréttina á undan. Hvað segir þær? Tillögur Miðflokksins eru vægast sagt frumlegar. Hins vegar fyrir þá sem muna kosningabaráttuna 2013, Sigmundar Davíðs og Framsóknarflokksins, þá hljómaði nú samt dálítið kunnuglega. Tillögurnar fela í sér að fé verði tekið úr almannasjóðum og fært yfir til kjósenda einstaklinga með því að senda þeim tékka og eiginlega burt séð sýnist mér frá fjárhagsstöðu kjósendana. Þetta felur kannski líka í sér meira aðhald í ríkisfjármálum og væntanlega niðurskurð á einhverri þjónustu ríkisins þó að menn segi náttúrulega aldrei að það sé niðurskurð að ræða heldur ætla þeir að hagræða og auka hagvöxt og eitthvað þess háttar. Ólafur Þ. Harðarson, takk kærlega fyrir þetta og við höfum eftir að fjalla miklu meir þetta. Nú kosningabaráttan að fara á fullt. Við ætlum að hleypa Ólafi hingað að horfa á leikinn sem hann að horfa á en við skiptum aftur yfir í efstalitið. Já, takk fyrir það Jóhanna Vigdís og Ólafur og eitt af málunum sem að gæti orðið mikið barist í kosningabaráttunni öldrunarþjónusta og það hún verður í brennidepli í Kastljósinu í kvöld. Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræði við Samir Sína, forstöðumann öldrunarlækninga við Sinai sjúkrahúsi í Toronto í Kanada. Hann hefur bent á að Íslendingar geti bætt velferðarþjónustu við aldraða. Þjálfarar íslenska karlalandsliðsins komu sér undan því að ræða efnislega mál Gylfa Þórs Sigurðssonar sem sætir lögreglurannsókn í Bretlandi. Liðið leikur 3 landsleiki í byrjun september og var hópurinn sem spilaði leikina kynntur í dag. Gylfi hefur ekkert spilað með Everton á tímabilinu og því kom ekki á óvart að hann hefði heldur ekki verið valinn í landsliðshópinn. KSÍ hefur sem minnst viljað upplýsa gangmála og á því var engin breyting á blaðamannafundinum sem KSÍ boðaði til í dag.
Ég hef ekki heyrt í Gylfa, KSÍ hefur verið í sambandi Gylfa og hann ekki í hópnum akkurat fyrir þennan glugga og við sjáum hvernig staðan verður í næsta mánuði eða nóvember eða í framtíðin. Veistu, hver hjá KSÍ hefur verið í sambandi við hann og þú sem þjálfari og yfirmaður knattspyrnumála, kom aldrei til greina að þú myndir heyra í honum? Ég veit alveg hver hefur haft samband við hann og hans fólk en það bara skiptir svo sem engu máli. Ég að velja landsliðshópinn fyrir septembergluggann og það einu sem skiptir máli fyrir mig. Þá að allt öðrum málum. Maðurinn sem að prýddi umslagi einnar mest seldu plötu allar tíma hefur höfðað mál gegn hljómsveitinni Nirvana. Hann segir hljómsveitina hafa í leyfilsleysi notað mynd af honum nöktum á umslagi plötuna Nevermind. Myndin hafi alla tíð valdið honum ama og honum líði eins og hann hafi verið misnotaður. Hljómsveitin Nirvana gaf út plötuna Nevermind árið 1991. Platan var upphaflega gefin út í 50.000 eintökum. Útgefandinn vildi svo sjá til með framhaldið og óviss hvernig plötu yrði tekið. Til að gera langa sögu stutta hafa til þessa dags selst 30 milljón eintök af Nevermind sem einu mest selda plata allra tíma. Hann heitir Spencer Elden, maðurinn sem tíðir berrasaður plötu umslagi þekkta. Elden var 4 mánaða þegar myndin var tekin. Hann nú 30 og höfðaði í dag mál gegn hljómsveitinni Nirvana. Þeim Dave Grohl og Chris Novoselic ásamt dánarbúi söngvarans Kurt Cobain og svo ljósmyndarunum sem tók myndina. Elden segist hafa upplifað andlega erfiðleika, honum finnist hann hafa verið misnotaður með birtingu myndarinnar. Elden hefur gegnum tíðina endurtekið myndatökuna, þá reyndar íklæddur sundskýlu þegar platan hefur átt afmæli. Nú segist hann þó hafa gert það með óbragð í munni. Nirvana hafi á sínum tíma notað myndina í leyfisleysi. Óumbeðin frægðin hafi fylgt honum alla tíð og sú staðreynd að hann hafi verið nakinn á myndinni, sýndur synda í 8 peningaseðli, feli í sér kynferðislega misneytingu. Og ætluðu ætlum að skipta takt því að það lítið láta á hitabylgjunni sem nú gengur yfir norðan- og austanvertlandið. Hitameti frá 1939, 30,5 stig, stendur þó enn. Ágúst Ólafsson í Eyjafirði og þarna hefur verið býsna heitt í dag, það ekki, Ágúst? Jú, Bogi, heldur betur. Hiti fór yfir 26 stig hér í dag og það var yfir 28 stiga hiti á Austurlandi og þetta telst nú alla eðlilegt dag eftir dag á þessum ástíma. En við ræddum fólk í blíðinu á Akureyri í dag og auðvitað meðan fólk nýtur blíðunar að þá finnst mörgum að það sé rétt að hafa áhyggjur af stöðinu og fólk hefur dálítar áhyggjur leið og nýtur blíðunar. Ég held að við Íslendingar gleymum því þegar við fáum loksins hita og gott veður að hugsa þetta út frá því svona með. En ég ætla bara að njóta þessu núna en ég hef ekkert miklar áhyggjur af loftslagsbreytingum akkurat núna. Mér finnst það æðislegt. Þetta er bara eins og í útlöndum. Hefur ykkur áhyggjur að þetta sé kannski eitthvað óeðlilegt hvað það er heitt og með ástíma? Nei, ég held ekki. Þú er einhver áhyggjur af þessum loftslagsbreytingum með því? Jú, ég hef það alveg hreint en það vonandi verður ekki mjög slæmt á Íslandi. Það eru þetta áhyggjur af þessu öllu saman í heild sinni, bara loftslagsmálum og breytingum og fleiru en svo er maður líka náttúrulega kannski bara það grunnhygginn að maður nýtur bara hvers dags og ég er svo sannarlega að njóta þessa. Þetta var ekki að gera. Þú ert ánægð með þetta? Já, mjög. Hefur einhver áhyggjur af því að þetta sé orðið óeðlilegt eða of mikill hiti? Nei, það var að hafa einhver áhyggjur af því. Til hvers? Þú er ekkert áhyggjur af loftslagsmálum eða eitthvað svoleiðis, tengist eitthvað því? Það er bara seinni tíma vandamál, veit ég. Hefur áhyggjur af því að þetta sé eitthvað sem kom á skal og verði jafnvel enn verra? Já, ég er pínu hrædd það, en á maður ekki bara að reyna að njóta. Og þú ert með mjög ungt barn og ekki mikið klætt, þetta er frekar óvenjulegt. Þetta er mjög sérstakt. Ekki kalt eftir 20. ágúst og já, það er ekki áhyggjur að það veri kalt, heldur of heitt. Það er mjög skrítið. Já, við þurfum vist ekki að klæða okkur eitt sérstaklega vel í öllum þessum hita. En hiti og úrkomuleysi dag eftir dag og viku eftir viku hefur auðvitað áhrif á vatnsföll, lax- og silungsveiði ár þar á meðal. Jón Helgi Björnsson, já, þetta er farin að hafa áhrif á veiðina, ekki satt? Jú, það má nú segja allavega hér norðanlands hafi þetta verið mjög erfitt í allt sumar. Bara veiði erfið fyrir hita og bara sól og svo er náttúrulega einstaka ár sem orðnar vatnslitlar. Og sumar sem eiga uppruna svona í jöklum eru kannski búin að vera skollitaðar í allt sumar. Er þá veiðin kannski verri en oft áður?
Já, fyrsta lagi þá voru ekki mikla göngur og svo hefur þetta mjög neikvæð áhrif á veiðina. Það nú ekki hægt að neita því. En móti kemur hefur nú verið kannski svona gaman að vera við átnar. En þetta farið að valda vandræðum? Eru ár hreinlega þotna upp? Já, margar ár eru orðnar mjög vatnslitlar og svo getur þetta líka haft svona neikvæð áhrif á stofna eins og til dæmis bleikju sem sækja í kalt vatn eins og til dæmis hér við Eyjafjarðará. Þá þetta kannski bara alls ekki ákvætt. Þannig að þið viljið virkilega fá rigningu núna? Já, við myndum gjarnan bara vilja fá svona svolítið góða svona haustlægð og já, bara fá alvöru rigningu. Jón Helgi, takk kærlega fyrir það. Og þessir miklu hitar og þurrkar í sumar valda bændum víða vandræðum. Og vatnsból eru víða þornum til sveita og ekki síst á Austurlandi. Rúnar Snær Einarsson, fréttamaður þar, kynnti sér vandræði bænda og fleiri í dag. Þetta ekki óalgeng sjón þessa dagana. Bóndi á ferð með stórt vassílát á kerru. Í Vallanesi á Héraði var ekki neitt að velja, sækja vatn eða skrælna. Brunnur var að tæmast hjá okkur, þannig ég byrjaði að sækja vatn í Egilsstaði og dæli því bara upp í brunn. Það langt þægilegast að gera það þannig. Það svakalega þurrt. Ég ætla nú ekki að fara kvart yfir veðrinu en það mætti rigna. Það orðið rosalega þurrt og ár og lækir sjást bara ekki. Þetta alltaf hverfa. Þurrkurinn veldur mörgum bændum vandræðum og sumir hafa brugðið á það ráð að veita vatni úr lækjum sem enn renna í átt að vatnsbólum. Korni hefði nú alveg þegið meira vatn. Akratnir eru frekar svona í gullara lagi en svona þetta virðist nú hafa sloppið fyrir hort samt og eins og í grænmetinu þá erum við með dúk sem við setjum ofan á jarðveginn sem heldur þá jarðrakanum eins lengi og hægt og við búum nú vel að því hérna það jarðdjúpt þannig það lengi hægt að bjarga sér á þess að vera að vökva en við erum búin að vera að vökva salatið, gerum það fyrir sumar. Á Vopnafirði þurfti að loka sundlauginni í tvígang vegna vatnsskorts, þangað til brugðið var á það ráð að sækja vatn í tankbíl slökkviliðsins. Ef þurrkarnir halda áfram þar, gæti komið til þess að fólk verði beðið að spara vatn. Já, ég hef heyrt bara sögur af bændum og séð menn bara með svona litla bamba á ferðinni að sækja sér vatn eins og ég er að gera. Sérstaklega svona það sem jarðgrund eins og upp á Jökuldal, þar sem menn að sækja vatn, kannski í einhverja fjallalæki. Þannig að það eru bara stór vandræði víða. Það fer í hönd kartöfluþvottur og það nú eins gott að hafa nóg vatn þegar því kemur. Og eftir þessa umfjöllun ekki úr vegi að huga að veðri í næsta sólarhringinn og það virðist því miður ekki vera mikið úrkomu fyrir norðan og austan. Það dregur smá saman úr vindi við vesturströndina þegar líður á kvöldið, skrifar Sigurður Jónsson veðurfræðingur og bætir við að á morgun verði suðlæg átt gola eða kaldi, rigningum vestanvert landið og víða dálítil væta sunnanlands en þurrt og bjart með köflum norðan og austan. Hiti á bilinu 12 til 22 stig. Sigurður fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Fyrsta keppnisdegi Ólympíumóts fatlaðra lokið og það var nóg að vera í sundhöllinni. Róbert Ísak Jónsson hóf leika fyrstur íslenskra keppenda. Hann gerði sér lítið fyrir og bætti Íslandsmet 2 svar. Og Arnar Þór Viðarsson, þjálfari karlaliðs Íslands í knattspyrnu, tilkynnti landsliðshópinn fyrir komandi verkefni á blaðamannafundi í dag. Gylfi Þór Sigurðsson og Aron Einar Gunnarsson eru ekki í hópnum. Helstu fréttir okkar í kvöld. Móttaka 120 afganskra flóttamanna stærsta einstaka verkefnið sem flóttamannanefnd hefur tekist á við. Félagsmálaráðuneyti leggur nótt við dag við að skipuleggja hvaða sveitarfélög taka á móti fólkinu. Samtök atvinnulífsins telja stýrivaxtahækkun Seðlabankans ótímabæra. Seðlabankastjóri segir hann aftur á móti jákvæð og telur atvinnulífið vera að ganga inn í nýtt framfaraskeið. Þjálfarar karlalandsliðsins í knattspyrnu vildu lítið sem ekkert segja mál Gylfa Þórs Sigurðssonar þegar þeir kynntu landsliðshópinn fyrir landsleikjahrinu í september. Fyrirsætan á umslagi plötuna Nevermind með Nirvana hefur höfðað mál gegn hljómsveitinni og segir myndbirtinguna hafa alla tíð valdið sér ama og að myndin hafi verið birt í leyfisleysi. Og þó að fólk njóti þessa sólar í blíðunni fyrir austan og norðan vatnsleysi víða farið að valda vandræðum. Vatnsból eru þornuð til sveita og margar veiðiár hafa látið á sjá. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir eru þetta alltaf á RÚV.is og þessum fréttatíma lokið og verið sæl.